Við ætlum að skoða það hvernig við gerum einfalda tíðnitöflu í Excel. Nú erum við með hérna töflu sem sýnir alla bekki sem eru í EMMA núna á haustönni og hvað eru margir nemendur í hverjum bekk. Og við ætlum að búa til einfalda tíðnitöflu sem sýnir hvað eru margir nemendur, hvað eru margir bekkir sem hafa 17 nemendur, 18 nemendur, 19 nemendur og svo framvegis. Og við búum þá bara til svona einfalda töflu. Hún hefur bara 2 dálka, það gildi á breytunni, fjöldi nemenda í bekk, og svo tíðnin fyrir viðkomandi gildi. Þannig hér erum við með fjöldi í bekk, merkjum það, og tíðni. Tíðni merkt með F. F stendur fyrir frequency. Þið getið, ef þið viljið fylgja með þessu glósuskjali og búa til þessi glósu sjálf, það getið sótt þessa skrá inn á Moodle, hún heitir þar glósur grunnskjal og þá getið þið fylgt með og gert eins og ég og eftir ykkur ég að gera þessar sömu skipanir. Við þurfum að byrja því að setja upp töfluna og þá þurfum að vita hvaða gildi eiga að vera í töflunni. Og þannig að við þurfum að vita hvað er að byrja og hvað er að enda. Og það er langbest að láta Excel finna út úr því fyrir okkur. Þannig að við setjum hérna minnst og mest til hliðar einhvers staðar og við notum föllin sem heita min og max til þess að finna stærsta fjöldan og minnsta fjöldan. Þannig ég skrifa hérna jafnt og min, opna svega, min stendur fyrir minimum og við förum hérna bara yfir á reytin, þar sem að fyrsta fjöldatalan og síðan veljum við alla reytina í þessum dálki. Við gætum gert það með músinni en það er miklu öruggara og þægilegra og betra að nota lyklaborðið og þá höldum við niður í Ctrl og Shift eða slaufu og Shift ef við erum með Maca og ýtum einu sinni niður á lyklaborðinu. Þá getum við ýtt á Enter þegar það er búið og þá erum við búin að setja inn þetta fall. Min B2 til B25 og minnsta talan í þessu safni 17. Þannig að minnsti bekkurinn í skólanum hefur 17 nemendur. Við gerum eins fyrir mest, nema núna notum við fallið max. Max, jafnt og max, opna svega. Við byrjum alltaf formúlu á það jafnt og myrki. Jafnt og max, opna svega. Förum í fyrsta reytin, Ctrl Shift og niður. Ít á Enter og þá erum við komin með að stærsta talan í þessu safni er 28, þannig að stærsti bekkurinn hefur 28 nemendur. Ef þið viljið fylgja eftir og gera þetta líka með, þá erum við að gera bara pása myndbandið eftir þörfum. Við gerum þá næst núna öll gildin sem eru á milli 17 og 28, þannig að við byrjum að gera 17 og svo 18. Þegar við erum komið fyrstu 2 stærðirnar, fyrstu 2 línurnar í þessari töflu, þá getum við látið Excel fylla inn í restina. Þannig að við veljum þessa fyrstu 2 reyti, þannig að það sé svona rammi utan en þá. Svo förum við hérna niður í hægra hornið, þar sem að verður svona svartu plús. Við smellum hérna og drögum niður þangað til að litla talan hérna við hornið gefur okkur 28. Og þá fyllir Excel inn í þetta með þessu munstri. Við gætum alveg að skrifa hérna, ef við vildum láta þetta hlaupa á sléttutölunum, þá geti skrifað 16, 18 og þá myndi Excel halda því munstri áfram. Það kemur 20, 22 og svo framvegis. Það hoppar alltaf 1 hérna. Næst ætlum við að láta Excel telja. Hvað eru margir bekkir með 17, hvað eru margir bekkir með 18 og svo framvegis. Ég gæti náttúrulega að telja þetta sjálf, en það er allar líkur á því að ég myndi ruglast einhvers staðar. Ég myndi örugglega gleyma að telja eitthvað bekk eða telja saman bekkin oft, eða eitthvað svo leiðis. Excel ruglast ekki. Þannig að við látum Excel telja, hann er góður í því. Við förum þá í fyrsta reytin hérna, við hliðina á 17, hann heitir þá E2. Þar skrifum við formúlu sem er jafnt og við ætlum að láta Excel telja, þannig að við notum count. En við ætlum ekki bara að telja hvað eru margir bekkir, heldur hvað eru margir bekkir sem eru með 17 nemendur. Við ætlum að hafa skilyrði í þessu. Þá notum við
skipunar sem heitir count if. Teljum alla reiti sem eru með 17 nemendur. Count if og þá opnum við sviga. Inn í þetta eiga að koma tveir parametrar, tveir svona stikar. Fyrri stikin raun og veru bara úr hvaða reitum ætla ég að telja. Og þá þýðir það raun og veru bara ég þarf að vísa Excel á það hvað hann getur fundið þessar tölur. Hvar þetta safn talna sem hann á að nota. Þannig að við förum hérna yfir á B2, notum áfram Ctrl+Shift+Enter til þess að velja allar fjöldatölunar. Og það ætti að standa núna B2, B25, þannig að telja út úr öllum reitum frá reitnum B2 og yfir í reitin B25. Síðan setjum við hérna semikomu ef þið eru með stilta á íslenskt kerfi. Ef þið eru með tölvuna stilta á bandarískar stillingar, sem mjög algengt, þá ekki semikoma þarna heldur komma. Þið horfið raun og veru bara á hvað stendur hérna, þið sjáið hérna litla borða hérna fyrir neðan skipunina og ef að stendur semikoma á þessum borða þá notið semikomu, ef það stendur komma þá notið komu. Þannig þið bara fylgið því sem stendur í ykkar tölvu. Síðan þegar þið búin að setja viðeigandi tákn, semikomu eða komu, þá feitletrast orðið criteria. Criteria sem sagt bara hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að reiturinn sé talinn. Og við ætlum að fá það alla reiti sem að hafa töluna 17 og þá vísum við bara í hérna. Ég gæti alveg skrifa 17. En þá þyrfti ég að skrifa 17 í hverri skrifa 17 og skrifa 18, skrifa 19, hvað skiptir sem ég afrita formúluna, það ekki heppilegt. Frekar segjum við bara ég ætla að telja alla reiti sem eru jafn stórir eins og þessi sem hérna vinstra megin við í D2. Okay. Ef við lokum þessum sviga og ítum á enter núna, þá fáum við að vita að það eru 2 bekkir þar sem eru 17 nemendur. Nú skulum við aðeins skoða hvað gerist ef við prófum að nota fill eins og við gerðum áðan. Það hérna litla kubbin í neðra hægra horni. Ef við drögum hérna niður, ég ætla ekki að draga allan niður, það skiptir ekki öllu máli, en þá sjáum við að það kemur svona lítill kubbur í hornið, svona þríhyrningur í hornið. Og ef ég tvísmelli til dæmis hérna á þennan hérna reit, þá sjáum við að ég ennþá að vísa í rauði reitin vísar ennþá í sömu línu eins og ég með formúlunni. En þessi blái færðist líka. Blái kubburinn hérna, þetta bláa val hjá okkur, það færðist niður leið og við færðum formúluna niður. Það þýðir það til dæmis að hérna eitt bekkur með 21 nemenda sem taldist ekki með. Og við viljum ekki hafa þetta. Við viljum reyna að vera alltaf telja úr sömu reitum í alla leið niður. Þannig að við þurfum aðeins að laga þetta. Gerum bara escape. Alltaf ef þið eru með opna formúlu og ætli ekki að breyta henni. Vil ekki vista breytingar, þá getið þið bara gert escape á lyklaborðinu og þá eru þið komin út. Ég vil líka gera hérna bara undo, taka tilbaka að ég hafi fyllt þetta niður og tvísmella núna á formúluna sem ég hafa búin að setja upp hérna í fyrsta reitnum. Ég ætla að gera hérna smá breytingu. Ég ætla að stilla þetta þannig að þessi blái kassi, hann færist ekki. Og það sem ég þarf að gera ég fer hérna í sett bendilina fyrir framan 2 í B2 og sett dollaramerki þar. Svo set ég bendilina fyrir framan 25 og sett líka dollaramerki þar. Það þýðir það að þegar línunúmeri breytist á reitnum sem að geymi formúluna, það breytist samt ekki línunúmeri á þessari tilvísun. Ég ætla samt ekki að setja neinn dollaramerki í þetta rauða hérna í D2. Íta enter og nú fer ég aftur í fill eins og ég gerði áðan, litla svarta kassan og dreg hérna niður og þá get ég skoðað eins og ef ég fer inn til dæmis inn í þennan hérna reit og tvísmelli og skoða formúluna þá sé að blái kassin ennþá á réttum stað. Ég enda þessa tíðnitöflugerð á því að búa til samtals reit hérna eða línu neðst
og samtals reikna bara með því að leggja saman alla þessa reiti. Við viljum ekki gera plúsa bara, þegar það er alltaf langdregið, við viljum ekki gera það. Frekar notum við innbyggt fall sem heitir sum. Einfaldasta leiðin er bara að smetla í reitin þar sem ég vil að summan birtist. Svo fer ég hérna upp á borðan og finn takkan sem heitir autosum. Ef við smetla hann, þá kemur hérna inn skipurinn jafnt og sum og Excel stingur upp á að leggja saman þessar reiti fyrir ofan. Ég er alveg sátt við það, býta enter. Ef þið finnið ekki sum-takkan, autosum-takkan í borðanum uppi, þá getið þið samt alltaf skrifa bara formúluna, bara jafnt og sum, opna sviga, velja alla tölurnar, loka sviganum og býta enter. Þá erum við búin að búa til einfalda tíðnitöflu.